Velkomin hingað í höfuðstöðvar Rafal. Það ekki bara nokkuð hressandi fyrir mörg ykkar að yfirgefa Borgartúnið og nágrannagötur og koma hingað í iðnaðar paradísin á völlunum í Hafnarfirði? Það allavega alveg mögnu tilfinning fyrir okkur að sjá rjóman úr orku og rafmagnsiðnaðinum samankomin hér í dag til að deila reynslu, framtíðar sín og innsýn í stafrænum lausnum fyrir innviði morgundagsins. Ég tel að þetta samtal sé alveg ótrúlega brýnt, enda erum við á fleygiferð inn í framtíðina og í raun og miklu meiri hraða heldur en við höfum áður þekkt. Þetta bæði alveg ótrúlega spennandi en á sama tíma líka alveg hrikalega ókveikjandi. Mér langar að staldra eins við óttan. Við mannfólkið erum nefnilega víruð til þess að hræðast hið óþekkta, enda voru við einu sinni veiðimenn á sléttunum þar sem hætturnar voru á hverju strái. Í dag erum við í raun og veru að díla við mjög svipa scenario, nema í stað þess að óttast villidýr, að þá óttust við að verða tækninni að bráð. En ef við stígum aðeins tilbaka og horfum á þetta í sögulegu samhengi, að þá sjáum við að við höfum tekið nákvæmlega þetta sama spjall síðustu 150 árin. Því að í hvert skipti sem ný iðnaðar tæknibylting hefur skollið á, hefur nákvæmlega þessi umræða kveiknað. Nú allt að fara til fjandans. Nú missa allir sitt lifibrauð. En ef við rýnum í fortíðina, að þá segir sagan okkur annað. Við höfum alltaf náð að aðlagast, þróast og skapað ný og betri störf. Við lærum að nýta tæknina, móta hana að okkur og halda áfram og ég hef í raun og veru enga ástæðu til þess að ætla að þetta verði neitt öðruvísi núna þótt að breytingarnar séu að gerast mun hraðar en áður. Mér langar að nefna dæmi fjarvöktun sem ég geri ráð fyrir að verði rætt hér í dag. En við vitum að fjarvöktun gott dæmi tækni sem leiðir oftast, og ég tek það fram oftast, til hagræðingar. En við vitum líka hvað gerist þegar orðið hagræðing ber á góma. Margir rísa upp á afturlappirnar og hugsa hópuppsagnir. Ég held hins vegar að við getum líka valið að hugsa þetta á annan hátt. Mér dettur til dæmis í hug meiri tíma til að sinna raunverulega mikilvægum verkefnum, minni tíma til að slökkva elda, meiri tíma til að nýta mannlega hæfileika til að skapa virði, efla nýsköpun og leysa flókin vandamál. Því að ég tel að þetta snúist ekkit endilega svo mikið að tæknin leysi okkur á hólmi, heldur að hún leysi okkur úr viðjum endurtekningar svo að við getum gert það sem enginn vél getur gert, að hugsa, skapa og tengjast. Við sem erum samankomin hér í dag og störfum í þessum bransa eigum alveg ótrúlega margt sameiginlegt. En eitt alveg ljóst. Við erum öll að berjast besta fólkið. Var þetta ekki bleiki fíllinn í herbygginu? Ég held það. Auðvitað það ómetanlegt fyrir íslensk tækni og iðnaðarfólk og fyrir bara iðnaðinn í heild sinni að valkostirnir séu margir og að bæði fyrirtæki í einkageiranum og opinbera geiranum leggi metnað sinn í að búa til öfluga vinnustæði. Við leggjum öll áherslu á að skapa gott vinnuumhverfi, styðja við starfsfólkið okkar og gera vinnuna bæði skemmtilega, ögrandi og gefandi. En þegar á öllu á botning hvolft, tel ég það að það sem skiptir máli sé eftirfarandi. Fólk vill vinna við eitthvað sem skiptir raunverulega máli og leysa alvöru vandamál. Fyrirtækin sem bjóða upp á tækifæri til þess að takast á við slík verkefni. Hæ sæti flóki. Já, fyrirtæki sem býður upp á tækifæri til að takast á við slík verkefni með stuðningi frá nýjustu og öflugustu tækninni vinnur keppnina fólkið. Þau sem kjósa að gera það ekki verða á endanum skilin eftir í ríkinu. Já, þetta svona mín persónulega skoðun sem ég langaði að deila með ykkur. En þess vegna ég svo ótrúlega glöð og ánægð að við séum hérna saman í dag til að ræða, læra og deila því hvernig við getum nýtt tæknina til að byggja upp sterkari, snjallari og sjálfbærari innviði. Því að framtíðin hún verður sannarlega ekki til að sjálfu sér. Hún verður meðal annars til í samtölum eins og þessu sem við ætlum að eiga í dag. Þar sem við hittumst, deilum reynslu
og þorum að hugsa lengra fram í tíman. Ég ógeðslega spennt að eyða næstu klukkutími með ykkur og heyra ólík sjónarhorn, nýjar hugmyndir og þær lausnir sem verða kynntar hér í dag. Og ég vona svo sannarlega að við göngum hér út í dag, bæði full af innblæstri og hugsanlega örlítið nær þeirri framtíð sem okkur langar að skapa saman.